sæl og verið velkomin. Fyrir hönd Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklassans býð ykkur hjartalega velkomin á þessa hádegiskenningu sem þá þriðja í röðinni. Ég heiti Gunnþóra Ólafsdóttir og ég stýri þessari kynningu í dag. Könnunin sem við ætlum að kynna tilheyrir greiningu á félagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar á samfélag heimamanna sem eins konar vöktun á viðhorfum heimamanna og hún hófst í 2016. Það löngu sýnt í rannsóknum víða heim að ferðamennska og ferðaþjónusta hefur margvísleg áhrif á samfélagið, ekki bara efnahagsleg eða umhverfisleg, heldur einnig félagsleg og menningarleg. Þau geta þessi áhrif verið bæði góð og slæm og haft veruleg áhrif á viðhorf fólks og viðmót til atvinnugreinarinnar og ferðamannanna sjálfra, sem og þannig haft áhrif á hvernig ferðamenn upplifa ferðamannastaði og þannig einnig haft áhrif á aðdráttarafl ferðamannastaða. Könnunin okkar hefur ýmist farið fram á landsvísu eða það hefur verið að skoða einstök bæjarfélög og í fyrra fór könnunin fram í Reykjanesbæ, Stykkishólmi, Húsavík og á Egilsstöðum. Og það eru þær niðurstöður, svona fyrstu niðurstöður úr þeirri könnun sem við kynnum hér í dag. Rannsóknarmiðstöð ferðamála, RMF, var falið að framkvæma rannsóknina fyrir okkar hönd og það var Eyrún Jenný Bjarnadóttir, sérfræðingur í RMF sem framkvæmdi rannsóknina og er komin hingað til að kynna þessar helstu niðurstöður. Eyrún er ferðamálafræðingur og kom fyrst að þessu rannsóknum árið 2014 þegar viðhorf landsmanna voru könnuð fyrst hér á landi af frumkvæði Ferðamálastofu. Síðan þá hefur Eyrún fyrir hönd RMF stýrt þessum rannsóknum á viðhorfum heimamanna og þær sem hafa verið gerðir fyrir hönd hins opinbera. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Við höfum þann háttina á að Eyrún kynnir sína niðurstöður, hefur sirka 40 mínútur til þess, síðan tökum við spurningar úr sal og eins af netinu, viðburðurinn með streymt beint í gegnum Facebook og þannig að þeir sem eru með okkur í netheimum geta sendt okkur spurningar þar í gegn. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði, við bjóðum Eyrúnu velkomna í pontu. Takk fyrir Gunnþóra. Já, eins og Gunnþóra sagði að þá er þetta liður í því að kanna áhrif ferðaþjónustu og ferðamanna á íbúa á Íslandi og við erum að horfa hérna á einstök svæði. Hér er yfirlitið það sem ég ætla svona að fara yfir í dag. Ég ætla svona aðeins að undirstrika það að þetta eru frumniðurstöður. Það er náttúrulega ennþá mikil greining gagna enn í gangi. Ég ætla svona aðeins að fara yfir rannsóknina á svæðin og þessa fyrstu niðurstöður og svo í raun og veru hvað segja gagnin. Og í raun og veru hvað gerist svo. Kveikjuna að þessum rannsóknum, hún má svona að einhverju leyti rekja til þess veruleika sem við erum búin að búa við hérna á Íslandi undanfarin ár og við fundum einhvern veginn öll fyrir því hvernig svona landslag ferðamála breyttist svona nánast í einni svipan þegar ferðamönnum fóru að fjölga hér á landi bara á hraða sem átti sér einhvern veginn enga hliðstæðu. Og það hefur verið áhugi á upplifun heimamanna og að skoða hvernig það er að búa við stöðuga nærveru við ferðamenn og ferðaþjónustu og það var þarna í raun og veru árið 2014 sem að fyrsta könnunin var gerð og hún var gerð af frumkvæði Ferðamálastofu. Hún var samvinnuverkefni RMF, þann sem ég kem, og Háskólans á Hólum og það voru svona fyrstu drögin sem við lögðum þarna að þessari rannsókn. Við þessa vinnu að þá lögðum við mikla heimildarýni og það sem að hópurinn svona meðal annars var að skoða þá var hvers konar rannsóknir hefði verið að vinna með reglubundum hætti í þeim löndum sem okkur finnst gott að bera okkur saman við. Og ég var að rifja það upp daginn að það var bara mjög lítið upp úr þessu síðastnefnda að hafa, það er að segja hvað er búið að gera með reglubundum hætti. Það var bara mjög lítið að finna á þeim tíma. Og það eru ekkert rosalega mörg ár síðan viðhorf heimamanna fóru að sjást svona meira í svona reglubundinni gagnaöflun og áfangastaða. Og við höfum svona dæmi það í dag eins og til dæmis á Nýja-Sjálandi og Ástralíu og Noregi og Belgíu og svo þetta Ísland. Það sem hefur verið svona í gangi hérna eins og Gunnþóra fór yfir áðan að það er búið að vera að skiptast á að gera á landsvísu og svo skoða einstök svæði þar á milli. Fyrsta rannsóknin sem var gerð á svæðum, það var 2015 þegar Háskólinn á Hólum gerði viðtals- og þátttökuathugun, viðtalsrannsókn og þátttökuathugun
og það voru þessi 4 staðir undir, Ísafjörður, Hella, Húsavík og svo 101 Reykjavík. Og það var sérst gert fyrir Ferðamálastofnun. 2016 þá skoðuðum við 3 svæði og þá blönduðum við saman rannsóknaraðferðum, við tókum viðtöl og svo gerðum við símakönnun á þessum stöðum hérna, Siglufjörður, Mývatn og Höfn. Og svo það að blanda saman svona aðferðunum og það gaf mjög góða raun og það það sem við gerðum svo aftur núna 2018. En í þessu ferli allu, já og svo 2017 þá landskönnun endurtekin og þá konar 2 þar á þessu 5 ára tímabili. En í þessu ferli allu þá svona að verða vísir að tímalínu fyrir landið og vissa staði sem að ég held að verði svona áhugaverð þegar fram í sækir. Og við förum að sjá svona betur svona þróunina í viðhorfum í samhengi við þróun ferðamennskunnar hér á landi og sem að þá mætti kannski nota við framtíðarstefnumótun og svona mótun frekari mælikvarða á borð við sjálfbærnivísa og svo framvegis. Öll þessi verkefni þau hafa það sameiginlegt að þau hafa verið það hefur verið ferðamálastofa, ráðuneyti ferðamála og stjórnstöð ferðamála sem að hafa haft svona aðkomu að öllum þessum verkefnum. En það sem við erum að skoða í dag er þessi hér, nýjasta könnunin sem var gerð hérna á 4 stöðum í lok árs 2018. Og þar vorum við náttúrulega með þá símakönnun og svo viðtöl. Staðirnir, þeir voru valdir í samráði við Ferðamálastofu og til hliðsjónar þá höfðu við skýrslu ferðamálaráðherra þolmörk ferðamennsku sem var þá lögð fyrir Alþingi síðasta vor og svo niðurstöður síðustu landskönnunar. Í þolmarkaskýrslunni, takk Ásbjörn, takk fyrir. Í þolmarkaskýrslunni að þar kom fram að á Vesturlandi, Austurlandi og Suðurnesjum hafi engin áfangastaði verið svona kannaður sérstaklega með tilliti til félagslegra þátta ferðamennskunnar og svo ákvað að taka Húsavík, endurtaka rannsókn þar til að kanna hvort það hefði orðið einhverjar breytingar í viðhorfum íbúa síðan 2015. Þegar ég tala landshlutana að þá á ég við starfssvæði markastofana og það sem kom í ljós 2017 að þá sjáum við það hérna svolítið munur á milli svæða. Og svona það sem á Vesturlandi að þar urðu íbúar svona sjaldnar varir við sjaldnar en aðri landsmenn varir við ferðamenn og þar var svona fólk svona margtækt líklegra til að finnast vera of fáir ferðamenn á svæðinu á sumrin. Austurlandi, þar hafði fólk áhyggjur af umferðarmálum og það voru svona brotalamir í innviðum án þess að það hefur svona verið sérstaklega útskýrt frekar en það höfum við náttúrulega kannski ekki tækifæri til þess þá. Á Norðurlandi, þar var mjög áberandi ánægja með ferðaþjónustu og í niðurstöðum 2015 að þá kom fram að ferðamálabær, Húsavík væri ferðamálabær, en það voru líka óþægindi vegna fjölda sem að þá einkum voru tengd umferð í miðbænum eða bið eftir vörum og þjónustu. Reykjanesbær, þar á Reykjanesi að þar töldu íbúar ferðaþjónustu auka fjölbreytni í atvinnulífi og mannlífi og að það var pláss til þess að taka við fleiri. Það var svona það sem kom út úr því. Gögnin, hér sjáum við helsta þau. Við tókum viðtöl og það var áhersla í viðtölunum á upplifun viðmælanda af ferðaþjónustu og ferðamönnum í þeirra umhverfi. Og ég fann viðmælendur í gegnum nokkra svona heimildamenn eða svona lykilmenn á hverjum stað og úr ólíkum áttum og ég bað þá svona að finna nefna nokkur nöfn handa mér og það sem ég setti fram var að fólk hefði svona ekki endilega ferðaþjónustu að aðalstarfi og ég segi ekki endilega vegna þess að það hefur sýnt sig að fólk hefur mismunandi skilning á því hvað að vera í ferðaþjónustu. Og sömuleiðis hefur fólk stundum mismunandi hlutverkum að gegna inn í samfélaginu. Og þannig að við höfum kannski dæmið það að sami einstaklingur getur verið kannski skrifstofustjóri í sláturhúsinu og hann líka formaður golfklúbbsins og svo hann kannski skipulagsráði fyrir sveitarfélagið en leið að þá getur hann líka verið að leigja einhverja fasteign út fyrir ferðamenn
og allur gangur á því hvort hann finnst hann verið ferðaþjónustu eða ekki. En ég fekk út úr þessu tæplega 8-10 ábendingar og hafði úr býsna fjölbreyttum hópi að velja. Það urðu þarna 24 viðtöl sem að ég endaði á, þau voru svona cirka 60 mínútur að lengd og alls konar fólk. Og ég lagði áherslu á að komast líka í samband við einstaklinga af erlendum uppruna og það skilaði mér 3 viðtölum. Ég tók viðtölin á svæðunum í október og nóvember og þar var þessi áhersla upplifun viðmælanda. Þetta eru sjónarhorn heimamanna sem byggja á reynslu og upplifun á þeim tíma sem viðtölin fóru fram. Og ég ætla ekki að útiloka það að það sé einhver önnur viðhorf líka í gangi. Símakönnunin, hún svo fór fram í nóvember og í fyrstu vikunni í desember og það var Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sem sáum það framkvæmt fyrir okkur. Markmið þar var reyna að ná að minnsta kosti 400 svörum á hverjum stað sem var svona talin ásættanlegur fjöldi fyrir tölfræðilega úrvinnslu og okkur tókst það á öllum stöðunum nema Stykkishólmi vegna þess að það er einfaldlega að búa bara fáir og þar náðum við 580 manns í úrtakið og það skilaði okkur hérna 269 svörum. Já. Í heildina þá náðum við þarna 3697 í úrtakið og svo fjöldi svara var hérna 1480. Fyrstu niðurstöður. Þetta er gríðarlegt magn af gögnum sem ég kom inn með hérna, þannig að ég get eiginlega bara sýnt ykkur lítið brot af þessu. Og ég ætla að gera þetta þannig að ég ætla að taka nokkra myndir úr símakönnuninni og svo ætla ég að fara aðeins í viðtölin og hvað kom út úr þeim. Og við höfum það kannski svona í huga þegar við túlkum gögnin. Viðhorf til fjölda. Hér eru svæðin 4 og síðan samanburðum við þessar 2 landskannanir sem eru til. Og við horfum fyrst á sumarið sem er efri myndin. Að þá er athyglisvert að tilhneigingin í svörunum er svo að svo sama í raun og veru á öllum stöðunum 4 og mörguleyti líka svipið því sem er að gerast á landsvísu. Og það lítur út fyrir það að íbúar hafa ekkert miklar áhyggjur af fjöldanum yfir sumarið. Við erum hérna með svona sirka 60% á öllum stöðunum. En það er þarna samt ákveðin hópur líka sem segir að ferðamenn eru margir í heimabyggðinni yfir sumarið. Stykkishólmur kannski sker sig aðeins úr frá hinum stöðunum þar sem er svona hærra hlutfallsfarenda þar en annars staðar sem að segja að ferðamenn eru margir og við sjáum að sámunur er marktækur. Við sjáum svo líka allt öðru sem mynd hérna við veturinn og munurinn á svæða verður svona svolítið meiri. Til dæmis á Húsavík, þar sem er mikil breyting milli árstíða og svipaðar er nú verið upp á Tinningnum líka á Egilsstöðum þó að breytingin sé kannski ekki alveg eins skörp á Húsavík. Og svo hinum endana með Reykjanesbær sem virðist ekki finna fyrir þessar sömu breytingu eftir árstíma eða á sama hátt og hinir kannski. Að fjöldin er áfram hæfilegur. Það er samt mjög forvitnilegt að velta fyrir sér hvernig heimamenn skynja fjölda ferðamanna vegna þess að á sama tíma og þetta er að gerast að þá er ferðamönnum, komum erlendra ferðamanna til landsins þeim er að fjölga og ef ég horfi bara á landskannanirnar að þá fjölgaði ferðamönnum að jafnaði 29% á ári á milli þessara 2 kannana en þessi skynjaði fjöldi hann virðist ekki breytast í sama takti. Og af því að ég er að tala um að það væri nú ekkert svakalegur munur á milli svæðana og landskönnunar að þá langaði mig að draga fram þetta ég bætti við 3 stöðum þannig að efst í könnuninni frá 2016 þar sem við drögum inn þessar 3 staði sem við vorum með þá og það sjáum við hvað getur verið gríðarlegur munur á milli staða og það kannski sérstaklega ábyrjandi akkurat í Mývatnssveit þar sem eru 77% sem sögðu að ferðamenn eru margir. Þessi mynd hún sýnir okkur að mjög margir heimamenn á svæðunum verða nánast daglega varir við ferðamenn. Þetta þýðir íbúar sjá ferðamenn mjög oft. Og hérna sjáum við aftur samanburð við landskönnun, hérna neðst. Það er töluverður munur á milli svæðana og þá sjáum við kannski sérstaklega í Stykkishólmi. Það eru rúmlega 90% sem segjast sjá ferðamenn nánast daglega. Þetta hérna er sama spurningin og ég er bara búin að bæta við einum svarmöguleika í hverri viku. Og þá jafnast þetta svolítið út en við sjáum samt
að samanlagt hlutfall að fara næstu alveg upp í 100%. Þetta kannski sýnir okkur það að Ísland ferðamálaland og ferðamenn eru náttúrulega bara klárlega partur af okkar daglega lífi. Hér eru nokkur atriði viðhorf til áhrifa ferðaþjónustunnar og ferðamanna á nokkra þætti og ég dró hérna saman 7 spurningar úr könnuninni. Og það sem kemur hérna í ljós efst að heilt á litið óhætt að segja að það sé mikil ánægja. Já, þetta kannski akkurat þessi kassi sem kemur þetta fyrir. Mjög mikil ánægja með ferðaþjónustu meðal íbúa svæðanna og það sátt að samfélagið taki einhverjum breytingum vegna ferðaþjónustu. Hlutfall þeirra sem eru sammála þessum fullyrðingum bara mjög hátt eins og við sjáum. Við sjáum líka að svarendum finnst ferðaþjónusta hafa jákvæð áhrif á búsetuskilyrði. Já. Og svo þarna það bil fjórðungur sem telur að ferðamenn valdi ónæði í daglega lífinu og þetta virðist vera svona nokkurn veginn í takti við það hlutfall sem að töldu ferðamenn vera of marga. En svo kemur hérna inn, mín heimabyggð getur ekki tekið við fleiri ferðamennum miðað við núverandi aðstæður. Það innan við þriðjungur sem að sammála þessu á öllum svæðunum en bara 22% á Egilsstöðum. Og þetta kemur mér pínu á óvart allavega að þessar neikvæðu fullyrðingar þær hafi í raun ekki hærra hlutfall en þó þetta. Það sem að svörum ónæði og að heimabyggðin geti ekki tekið við að þau virðast ekki alveg verið í takti við þessa umræðu sem hefur verið svolítið áberandi upp á síðkasti. Já. Og svo það næsta sem snýr að viðhorfum til þess að fólk í heimabyggðinni geti ráðstafað eignum til leigu til ferðamanna sem við settum inn hérna þetta nýtt inn í þessa könnun. Og hún svolítið áhugaverð vegna þess að hér sjáum við að fólk þessu ekki beint sammála og þá kannski sérstaklega á Egilsstöðum. Egilsstaðir þessi bláa. Og það gæti verið merki það að það sé eitthvað á seiði. Svo þessi síðasta sem mér finnst líka mjög athyglisverð það hvort að ferðaþjónusta hafi leitt til fjölbreyttari þjónustu og þarna sjáum við að skoðanir eru nokkuð skiptar. Sjáum að í Reykjanesbæ sem græna línan helmingur svarenda sammála þessu og svo fer þetta upp í alveg 73% hérna á Húsavík. Ég ætla aðeins að skipta gír núna og fara yfir í viðtölin af því að þá sjáum við kannski aðeins betur hvað á seiði. Ég ætla að fara þannig í gegnum hvert stað fyrir sig og munum að áherslan í viðtölunum var á upplifunina. Ég ætla að byrja á Húsavík. Og þá kom fram hérna áðan að ferðaþjónustan, nei það kom náttúrulega ekkert fram áðan af því ég sleppti, að ferðaþjónustan á Húsavík, hún snýst rosalega mikið ferðaskoðunina og viðmælendur töldu hana vera svona helstu ástæðuna þess að ferðamenn komi í bæinn. Og það voru líka fólk sammála það að ferðaþjónustan væri mikilvæg atvinnugrein fyrir Húsavík. Hvalaskoðunin hún auðvitað bundin við hafnasvæðið út af Söllu og það má kannski segja að höfnin eða stéttin þar og svæðið upp á Garðarsbraut sem aðalgatan að það svona kjarnasvæðið fyrir ferðaþjónustuna. Og þar eru fyrirtækin og veitingastaðir og svo þetta ferðamenninir. Og þetta svona kannski 100 metra radíus sem þetta snýst og þar sjáist ferðamenn mjög mikið en svona sjaldnar á öðrum stöðum í bænum. Mér langar til að sýna ykkur á þessari mynd hérna ef ég ekki rétt hjá mér áspilna minjasafnið hérna innst inn í götunni. Þetta eru bara 300 metrar. Þetta tekið á horninu aðalgatinu hér og svo kemur þarna gatan inn og innst inn í götunni minjasafnið. Þetta eru bara 300 metrar. Ferðamennirnir ná ekki alveg þangað inn. Já. Þannig að fjöldin svona tiltölulega staðbundin í kringum höfnina. Í viðtölunum þá kom fram að Húsavík væri ekki ferðamannabær allt árið og það væri nokkuð mikill munur á aðstæðum í bænum eftir árstíma. Og þá á sumrin, vorin og haustin þar væri bærin fullur af ferðamönnum en svo veturnar þá finnur fólk minna fyrir ferðamönnum á svæðinu. Við sáum það líka fjöldan hérna áðan. Það voru 25% held ég, sem sögðu að fjöldin væri hæfilegur. Einn viðmælandi líkti komum ferðamanna í bæinn við komum farfuglana á vorin. Og svona fólk talaði það sín á millin þegar ferðamann fær að mæta á svæðið á vorin. Svo var talað að það væri mikil ánægja með ferðamennina sem koma í bæinn og lífin á stétt.
og það iðandi mannlíf, einkum yfir sumartímann, eins og ég segi, þegar það mikið að gera, mikið að vera, segi ég. Og sumir viðmælendur að þeir sögðust taka þátt í þessari iðu og njóta fjölbreytileikans að vera innan alls konar fólk, en þessi suðupottur, hann ekki allra og það hafa ekkert allir áhuga á að taka þátt í honum. En við vitum samt ekki, það í raun og veru samt óvíst það hvort að fólk myndi gera það ef það væri ekki fyrir ferðamennina og viðmælendur mínir voru mjög meðvitaðir það. Kannski tækju þeir ekki þátt hvort Og flestum bar saman að ferðamennskan hafði haft mikil áhrif á samfélagið og góð áhrif á samfélagið. Ég valdi þessi orð hérna sem að ramma svolítið nokkuð vel inn það sem viðmælendur mínum voru að koma inn á í viðtölunum. Það meira líf í bænum, það hægt að labba á milli veitingastaða og velja á milli. Það mjög mikilvægt. Og umsvif hafa vissulega aukist og það fullt af vinnu að fá. En það kom líka fram að ferðaþjónustan og ferðamennirnir skiptu miklu máli og það var öllum annt það að ferðamenn fengi góða upplifun af Húsavík og færu það með góðar minningar. Já. En þetta ekkert allt bara svona einfalt. Það komu fram nokkur atriði hjá flestum viðmælendum að í vissum aðstæðum geti komið upp pirringur. Og þá var dæmið aðalgötuna, dálítið vinsælt, það aðalumferðaræðin í gegnum bæinn og það sem hefur gerst að bílar, oftast rútur, að stoppa þarna meiri götu og hleypa fólki út að leið í Hvalaskoðun. Og þetta stoppar alla umferð á meðan. Annað sem gerist, og það aftur í tengslu við Hvalaskoðunina, að fólk að fara yfir götuna í raun og veru hvar sem og það að skapast mikil hætta í umferðinni og það búið að draga úr umferðarhraða niður í 30 km hraða en fólk hafði svona miklar efasemdir það að það væri að duga til. Annað þessu tengt voru líka bílastæðamálin og það árekstrar það hvernig megi nota það og hver eigi að nota það. Og fólk komi í Hvalaskoðun, það verið að leggja bílum út allt, það verið að leggja rútum út allt og það ekki hægt að komast bæinn á meðan, allavega í miðbænum. Og þá sem spurning pláss fyrir hina. Og mjög víða í miðbænum að það búið að setja upp alls konar skilti hvar megi leggja og hvar ekki og það svona var alveg, fólk efast svolítið það að það væri að nota þessi skilti rétt eða að fara eftir þeim og hvort þau væri að duga til. Og í sumum tilfellum að þá bara hafði fólk svona ákveðin skilning á sig og fólk bara vissi ekki betur. En það vantar aðstöðu. Og hér það sem maður að segja frá, að það fyllist allt bílastæðið, hellingur af ferðamönnum sem kemur inn í bæinn og við viljum fá þá. En þegar fólk ekki að fara eftir reglunum, þá flautað á rútuna og fólkið sem labbar út rútunni, það finnur fyrir pirringi. Það það sem lendir í þessu. Viljum við það? Egilsstaðir. Egilsstaðir eru þjónustusamfélag og viðmælendur mínir virtust lítið vera að kippa sér upp við því að þangað komi fólk að sækja sér þjónustu eða fari í gegnum bæinn eða liggja þar í gegn mjög fjölfarin gatnamót á þjóðveginum en þetta svona krossgötur eins og fólk að tala Það hefð fyrir þessu. Heimafólk einfaldlega vant þessu og það ekkert mikið að kippa sér upp við þetta. Að það eru dagar þar sem eru krökkt á fólki. Þetta kristlátar svolítið ummælum fólk sem inn á svokölluðu ferjudaga, það eru dagarnir sem að Norræna kemur til Seyðisfjarðar. Og á þessum dögum þá fjölgar fólk í bænum mjög mikið, það sérstaklega á sumrin og það bara fullt af fólki og fullt af bílum. En flestir sem ég talaði við, þeir gátu samt ekki alveg sagt mér hvaða dagar þetta væri. Þeir bara mundu ekki hvort þetta voru þriðjudagar, miðvikudagar eða fimmtudagar. Og þeir áttu að sameiginlegt að taka lítið sem ekkert eftir fólkinu sem kemur í gegn og sögðu að ferðamennirnir fatti svolítið inn í bæjarmyndina og eru bara hluti af henni. Ég ræddi til dæmis Sveit sem sagði að sennilega myndi hann mæta ferðamennum þegar hann fer út að borða eða kannski þegar hann fer í sund. En annars sagðist hann bara ekkert vita hvað ferðamenn var að gera yfir daginn. Það voru svo nokkrir sem sögðu að væri fullt af ferðamennum á Egilsstöðum. Og þó að það væri fullt af ferðamönnum á Egilsstöðum og þá tekið þeir meira eftir þeim á öðrum stöðum eins og til dæmis við Hengifoss eða Borgarfirði Eystri. Og það sem viðmælendur mínir sögðust taka helst eftir að það eru bílarnir og bílaumferðin og þegar maturubúðin tóm eftir að ferjan búin að koma. Eða í aðstæðum eins og í sumar
þegar Austurland var eini staðurinn á landinu þar sem veður var gott í nokkra daga og Íslendingar bara flykktust austur. En þrátt fyrir það væru þessir álagspunktar að það var samt ekki að finna á fólki að þetta væri því til ama eða það væri einhver pirringur í því að stundum væri troðfullt, svo ég noti orðfæri eins viðmælanda. Nokkrir sögðu hins vegar frá því að það væri örugglega hægt að finna einhverja sem létu þetta fara í taugarnar á sér, en enginn þeirra sem ég ræddi við var tilbúin að viðurkenna að vera í þeim hópi. Þetta bara eitthvað sem heimamenn vita af. Það eru miklu færri ferðamenn hér heldur en hér. Það eru miklu færri ferðamenn hér en á suðvesturhorninu og þetta ekki eins troðið. Upplifunin ólík aftur. Eftir því sem viðmælandi mínir sögðu þá þessi líka sjaldan samskipti sem eigi sér stað við ferðamenn. Einn viðmælandi sagði mér að maður komist auðveldlega hjá því og maður þurfi ekkert að ávarpa ferðamenn eða gera neitt. En þeir voru samt allir sammála að ferðaþjónusta væri mikilvæg í bænum og þjónusta mjög einkennandi. Það var talað að ferðamenn væri stundum að gista þarna í eina nótt og leiðin eitthvað annað og það þyrfti að bæta við afþreyingu fyrir ferðamenn til að fá þá til að dvelja lengur. Það sem sagt þetta, viljum við ekki fá fleiri ferðamenn og hvað getum við gert fyrir þá? Allir töluðu að einn af stærstu kostunum við Egilsstaði væri þjónustustigið sem væri mjög hátt miðað við að þarna búi bara 2800 manns ef við teljum Fellabæ með og þeir töldu að það hefði ekki verið grundvöllur fyrir því ef að það væri ekki fyrir ferðamennina. Við fáum að láta eins og við séum töluvert stærri. Hvað er tíminn? Og þjónustan, hún nýtist bæði heimamönnum og ferðamönnum, eins og til dæmis 2 stóra maturverslanir, úrval af veitingastöðum sem hafa reynt líka að höfða til heimamanna, en ekki bara ferðamanna. Og það var einn sem sagði mér frá því að núna gæti hann keypt bjór á 9 stöðum á Egilsstöðum og það væri nú bara eitthvað sem hafði bara ekki gerst áður. Með tilkomi fleiri veitingastaða þá fari heimamenn svona frekar út og hitti annað fólk og félagslíf samfélaginu væri orðið svolítið opnara. Og þá töluðu nokkrir viðmælendur mínir að hátt þjónustustig ætti sinn þátt í því að gera Egilsstaði á góðum kosti til búsetu og það væri orðið ákjósanlegt fyrir ungt fólk að flytja aftur heim eftir nám. Og það kom líka fram í öllum viðtalunum að bjartsýni hefði aukist í samfélaginu og það væri mikil uppbygging og fólk var mjög ánægt með bæinn sinn og það sá tækifæri í að láta hugmyndir sína verða veruleika og nefndi til dæmis í því samengi að það verið að byggja böð við Urriðavatn og það komin ný brauggverksmiðja og svo tehúsið sem var skilti á mynd þarna áðan. Ég fann ekki mörg dæmi árekstra eða að ferðamennskan hefði haft neikvæð áhrif á daglegt líf viðmælenda minna, en neikvæðustu punktarnir voru samt tengdir heimagistingu. Og nokkrir áttu að baki erfiða reynslu af leigumarkaðnum á Egilsstöðum. Það væri mjög lítið í boði og það sem væri í boði það bara hentar ekki. Og þá sögðu líka viðmælendur mínir frá óþægilegri reynslu sinni og annarra að búa í nágrenni við heimagistingu. Ég ætla bara að koma aðeins betur á það þegar ég fer í Stykkishólm, sem næsti staður. Í Stykkishólmi að þar helst að sjá ferðamenn í miðbænum, á höfninni og Bónus og það vissulega hægt að finna þá líka víðar. Allir voru sammála að Stykkishólmi væri ferðamannabær og það sem einkenndi væri að ferðaþjónustan væri gisting, þjónusta, veitingar og svo siglingarnar yfir Breiðafjörð sem á löng er fyrir. Þar voru líka allir á einu máli að ferðaþjónustan væri mikilvæg atvinnugrein í bænum og henni fylgdu bæði atvinna og tekjur en flestir töluðu að þar væri margt hægt að gera í Hólminum til að sækja fram eins og að því að Hólmurinn væri svona orðin eins konar endastöð innan gæsalappa því að þangað kæmu ferðamenn til að gista. Fólk var svolítið sammála því að ferðaþjónustan passaði vel við aðrar atvinnugreinar í bænum, töldu að það væri nú ekki mikið árekstra þar á milli, nema þá kannski á höfninni. Það sem ég var með 2 viðmælendur sem sögðu frá því að í gegnum tíðina hefði stundum skapast hætta á höfninni þegar sjómenn var að landa og ferðamenn var að varpa þarna í kringum það og vera forvitnir. Nokkrir höfðu velt fyrir sér breytingum á ferðamannastraumnum í bæinn og núna væri ekki eins margir og 2016, það ár var algjör bomba eins og einn orðaði það.
og það aðeins dregið úr. En það væru samt rosalega margir í bænum engu að síður. Og þegar kom að því að ræða áhrifin í daglega lífinu þá var svona helst þrennt sem var áberandi. Það fyrsta snýr að matvöruversluninni. Þar eru ferðamenn vissulega, en það sem þótti vera að færast í aukana það sem er áberandi það að útnesjamenn að koma í bæinn til að fara í Bónus og sem sjálfsögðu ekkert skrítið. Maður gæti alveg lent í röð á eftir einhverjum sem að kaupa inn fyrir veitingastæðin sinn og þá getur maður þurft að bíða eins lengi í búðinni. En það var samt enginn sem talaði tómar hillur í búðinni þannig. Og svo voru það ferðamennirnir sem fólki þótti notalegt að sjá. Sumir væru samt alveg augljóslega mættir í einhvers konar tímaleysi í hólminum. Og tímaleysinu verið stundum fylgja einhver hægagangur. Fólk að kúpla sig niður, hægir verulega á sér og það getur haft áhrif til dæmis á umferðina. Og þegar fólk farið að standa út á miðri götu eða keyra hægt bæinn eins og dæmið að þá eigi þeir til að vera dálítið mikið fyrir blessaðir. Og það fannst viðmælandi mínum geta tekið á þolinmæðina. En svo var alltaf þessi réttlæting að það þyrfti líka að horfa stóru myndina. Það væri raun og veru engin ástæða til að pirra sig á þessu. Það væri nú tilgangur með þessu öllu. Það alltaf einhver sem að fá tekjur. Og það þriðja voru húsnæðismálin. Það töluvert á húsnæði í hólminum sem í eigu fólk sem hefur ekki fasta búsetu í bænum. Ég ekki alveg með nákvæma tölur þetta en mér minnir að þetta sé einhvers staðar í kringum 20% sem er frístundahúsnæði og það ekki föst búseta. Og fasteignaverðið það búið að vera mjög hátt í hólminum eftir því sem að fólk sagði og það hefur staði í vegi fyrir vexti bæjarfélagsins. Það vantar húsnæði á sama tíma og það vantar fólk í bæinn til að vinna. Það eitt. Svo það að í Stykkishólmi það var eins sem sagði mér frá því að það væri löng hefð fyrir heimagistingu í hólminum og það að mörgu leyti tengist líka ferjusiglingunum. En heimagistingin, hún orðin miklu fyrirferðarmeiri í bænum og hefur orðið það undanfarin ár og það sögðu allir frá því að íbúar hefðu séð tækifæri til að afla sér tekna og það væri bara vel. En á móti kemur að þá höfðu allir einhvern veginn annarkvort reynt á eigin skinni eða vissu af því að sambúð við heimagistingu væri vægast sagt misjöfn. Vissulega voru alveg dæmi þar sem að hlutinni voru vel heppnaðir og ekkert ónaði af. En svo hinn bóginn að það má segja að leið og grunur vaknar að það sé verið að fara á svig við gildandi lög heimagistingu eins og til dæmis 90 daga regluna, varðandi 2 milljóna króna markið eða að það sé gistipláss í boði fyrir fleiri en leyfi gera ráð fyrir og þá getur ástandið orðið mjög erfitt. Og þá kemur að því, hvað til ráða? Hvað getur maður gert? Nú veit ég að það alveg verið að taka á þessum málum og ég veit að ráðherra ferðamála hefur sett af stað heimagistingavakt og það vel. Og ég vona svo sannarlega að það hjálpi til við að greiða úr þessu. En eftir því sem að fólk benti á, að þá fer maður ekki í slagsmál við nágrannan heimagistingu nema maður ætli alla leið. Jafnvel það getur líka verið flókið í litlum bæjarfélögum þar sem að allir þekkja alla og nálægðin mjög mikil og þetta fær rosalega mikið á fólk. Sá sem þú ert að deila við kannski frændiðinn eða sá sem þú þarft að vinna fyrir eða þú sem bæjarfulltrúi. Þú ert kannski með heimagistingu. Ertu þá orðin vanhæfur? Það eru alls konar hlutir sem geta komið upp. Þetta minnir okkur bara aftur á hvað ferðamennskan og áhrifin geta haft mörg andlit. Reykjanesbær, tíminn styttist. Hann svolítið frábrugðinn öðrum stöðum. Viðmælendurnir voru flestir á því að Reykjanesbær væri ekki þessi típiski ferðamannastaður eins og margir vildu meina að aðrir staðir á Íslandi væru. Þeir töldu að ferðamennskan væri í sterkum tengslum við millilandaflugið og þeir höfðu þá tilfinningu að bærinn væri sjaldnast áfangastaður ferðamanna sem hingað koma. Heldur væri bærinn svona í mestalagi viðkomustaður til einna nætur, annarkvort inn eða út á landinu. Það voru skiptar skoðunar á því hvort það væri mikið af lítið af ferðamönnum í bænum, sem segir okkur aftur þetta með skynjunina. Hún rosa misjöfn. Það var líka mismunandi að hversu miklu leyti fólk tók eftir ferðamönnum í kringum sig og sumir sögðu að ferðamönnum væri áberandi í kringum maturubúðir snemma á morgnana eða seinnipartinn og svo fyrir utan gististaðina. En flestir sögðu samt að ekkert orðið verða mjög mikið varir við ferðamenn í Reykjanesbæ og það var eiginlega nánast sama hvar maður bar niður. Það var svona helst að ferðamenn sæjust á Vappi og Hafnagötunni sem er aðalgatan í bænum.
þeir væru samt ekkert að gera neitt sérstakt. En það töluðu samt allir að það væri töluvert af ferðamönnum í bænum og það væri þá helst í kringum gistingu. En þeir sem hefðu búið lengst í bænum að þeir töluðu að þetta var kannski ekki rosalega mikið í meðvitundinni hér á árum áður. Fólk var kannski ekki að pæla í því að fyrir að fá ferðamenn inn í bæinn, heldur hafði þetta verið bara svona, fólk fór framhjá og það var bara svoleiðis. En svo, einn af þeir sem ég ræddi við, að hann vildi meina að það væri ekkert mikil truflun á daglegu lífi eða ferðamennskan væri valdra pirringi og það var eiginlega alveg saman hvað ég spurði mikið. Sjónarmiðin sem komi fram þau einkendust af ákveðnu skilningi að það væri verið að skapa gífurlega mikið af fjölbreyttum störfum á svæði þar sem hefur verið mjög mikið atvinnuleysi. Og fólk man mjög vel eftir því hvernig var þegar herinn fór og fjölskyldur voru að missa vinnuna og svo þegar annað áfall dundi yfir í kjölfar efnahagshrunsins. Og flugvöllurinn hann hefur tekið við og fólk hefur trú á hlutverki hans að halda þessum hjólum atvinnulífsins gangandi og samfélagsins og hann gífurlega stór vinnustaður. En svo var eitt sem benti mér á að ferðamennskan truflaði hann ekkert og hann kom með hennan punkt að fólk kannski átti sig ekkert endilega á því að hvað sé komið til vegna ferðamennsku og hvað ekki og fólk ekkert endilega alltaf að spá í það. Það eins og hann segir hérna, þetta kannski bara eitthvað sem fólk geti ekki gott og kannski ekkert að hugsa af hverju. En ok, hvaða sögu segja gögnin? Heilmikið. Og ég ætla bara að minna það að þetta eru bara fyrstu niðurstöður og greiningu, við erum bara alls ekkert búin. En við sjáum að það út úr þessum sögum hérna áðan að þá margt mjög svipað í ferðamennskunni á svæðunum, en áherslunar eða þessi megin stef, þau eru klárlega mismunandi á milli svæða. Við sjáum út af þessu, úr símakönnuninni, að það eru jákvæð viðhorf og áberandi á svæðunum, og það alveg í samræmi við niðurstöðurnar 2017 og landskönnun. Tölurnar, það gefa allavega ekki til kynna að það sé eitthvað alvarlegt á seiði, en ég ætla samt ekki að standa hér og halda því fram að hér sé bara allt í sómanum og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Viðtalsgögnin þau gefa okkur mjög mikilvæga innsýn inn í það sem brennur á íbúunum og hvað þeir sjá við ferðamenn og ferðaþjónustu og hvort þeir yfir höfuð sjá eitthvað við það. Það einmitt í viðtölunum sem við förum að sjá hvað skiptir máli staðbundið, sjá munin á milli svæðana og það þessi núansar sem eru þá að koma fram. Og það samhengið. Hvað til dæmis þýðir það? Hvað til dæmis þýðir það að íbúar í Reykjanesbæ finni ekki að þjónusta í bænum sé út af ferðaþjónustu eins og framkom í símakönnuninni. Það gæti verið út af því eins og kom fram í viðtölunum að við áttum okkur kannski ekki alltaf á því hvað kom á undan eða hvort út af hverju eða hver að njóta góðsæði. Og svo Stykkishólmi þar sem að helmingur svarenda í símakönnun fannst jákvætt að heimamenn úti fasteigni til leigu fyrir ferðamenn. Viðtölin sýndu að það máli miklu flóknara heldur en sýnist í fyrstu. Og þá skiptir máli að ræða við íbúana og koma staði hvað skiptir máli þegar kemur að þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu. Það þarf að hlusta á raddir heimamanna. Og mín reynsla af þessum rannsóknum svo að heimamenn þeir eru tilbúnir í spjallið og þeir hafa stundum heilmikið málin að segja. Það öllum andum sína heimabyggð og vilja sjá veg hennar sem bestan. En við erum ekki búin, þó tíminn sé að vera búin. Og við þurfum að skoða gögnin frá fleiri sjónarhornum og það verður auðvitað gert fyrir lokaskýrsluna eins og til dæmis að þáttagreina gögnin, skoða viðhorfin betur út frá mismunandi hópum og áhrif á lífsgæði íbúa og lífskjörin, svo fátt eitt sé nefnt. Og svo mikið af alls konar spurningum sem ósvarað, eins og til dæmis þessu, hvers vegna tilteknir þættir hafi meiri áhrif á íbúa heldur en önnur. Við vitum það ekki enn og ferðamálafræðin, almennt hún að díla, reyndar alveg við þá spurningu líka. Að það alveg ljóst að hverri rannsókn fylgir nýr bútur í stóru myndina þar líka. Og það kannski undirstrika líka í rauninni hvað viðhorf geta verið margbreytileg og flókin. Viðhorfin ekki stöðugt fyrirbæri, þau geta verið breytileg í tíma og rúmi. Og þeir sem hefur kannski vantað í þessar erlendu rannsóknir sem okkur finnst svo gott að bera okkur við, að það langtímafaktorinn. Það sem það eru gjarnan punktmælingar, oft í 1 eða 2 skipti og svo ekki meir. Það eru mjög fá fordæmi erlendis, ef einhver, þar sem viðhorf hafa verið mæld til lengri tíma. Ég hef allavega ekki rekist á það, ef þið hafi rekist á það, þá ég til í samtalið.
Það vantar þessa keðju eða tímalínu sem sýnir þróunina og það vonandi eitthvað sem við erum að vinna í hér. Svo má líka svona kannski bara í lokin veltaði fyrir sér hvort það gerðilegt að ná fram sjálfbærni í ferðaþjónustu ef að heimamenn eru ekki með borð. Það þarf að fylgjast með heimamennum, það mikilvægt, fylgjast með breytingum og ekki síst kannski með tilliti til stefnumorkunar. Hvort það sé horft í þess að það sé verið að draga úr neikvæðum áhrifum ferðamennskunar og hámarka þau jákvæðu. Og á þeim nótum ætla ég að enda. Takk fyrir mig. Takk fyrir frábær vinna og við hlökkum til að sjá skýrsluna. Ég ætla líka að taka fram áður ég tek við spurningum úr sal og af netinu að við völdum líka þessa staði í tengslu við þar sem var við líka verið að tala við ferðamennina sjálfa og mæla þeirra viðhorf. Og það kannski í tengslu það sem að Eyrún myndist á, það var að tala pirring á Húsavík og ég tjekkaði á þessu áður ég mætti í dag hvað kom út úr könnunina Lilju og það virðist ekki vera að hafa áhrif að þeir eru ekki að merkja einhvern pirring þar, allavega lýsir það ekki sér í ánægjunni því þeir eru mjög ánægir þar með að við hinna staðina er þeir einna ánægast þar á Húsavík og já, þannig að það er bara gott mál sko. Það er gott að heyra. En hérna núna vil ég endilega taka við spurningum úr sal eða senda Halldóri tæknimanni hérna á netinu. Er einhver með spurningar? Það er bara fullt af spurningar. Endilega kynntu þig. Já, sæl ég heiti Ásbjörn Björgvinsson og bjó lengi á Húsavík og var að vinna með markastofu Norðurlands líka nokkur ára bil. Þetta er auðvitað bara frábært að fá þessu upplýsingar fram. En það sem við þurfum að gera kannski líka er að koma að framfæri við heimamennina og síðan þetta eitt af því sem við höfum kallað eftir í mörg ár. Það eru þetta efnahagslega vægi, ekki bara samfélagslega sem er þetta mjög mikilvægt, en þessi efnahagslegu þáttir sem koma fram í svona samfélögum vegna ferðamannanna eru bara gríðarlega mikil og eitt af þess að við tókum þess eftir á Húsavík þegar ég bjó þar í þessu 11 ár, hvað bara ímynd bæjarins, bara útlit, bara umhirða og að fegra bæinn var miklu sjálfsagðara þegar ferðamennirnir fóru að verða algengari. Þannig að það aftur jók verðgildi fasteignanna og íbúana og svo margt annað sem kemur og spilar þetta inn í. Þannig að ég veit að Lilja er búin að vera að vinna rannsóknum í þessu efnahagslegu þáttum en ég legg enn og aftur áherslu að þetta er yfirleitt aldrei tekið inn í myndina þegar við erum að skoða stóra samhengi ferðaþjónustunnar, hversu mikil efnahagsleg áhrif fyrir utan þessi samfélagslegu ferðaþjónustan hefur fyrir samfélagi. Takk. Já, svolítið verið komandi spurning. Viltu komandi eitthvað á þetta, Eyrún? Bara algjörlega sammálaðir. Ég er alveg sammála. Og þetta er áskorun að mæla efnahagslega áhrif, sérstaklega svæðisbundið. Og þetta er náttúrulega fyrir stjórnvöld sem að þurfa kannski svolítið að taka boltan þar. En þetta er alveg rétt sem hún segir og ég kannast vel við það sem hún segir að þetta hafi áhrif á lífið í bænum, hafi áhrif á umhirðu bæjarins. Við höfum svona dæmi frá Siglufirði líka, þar sem að eftir að göngin komu, að þá fór fólk að gera bæinn bara fallegri. Þannig að þetta hefur klárlega áhrif. Ef ég svara kannski fyrir hönd ferðamálastofu þá er nýstofnað þetta rannsóknarsvið því að ferðamálastofa sem á að fara að halda utan rannsóknir og gagnasöfnun í ferðamálum. Og við munum vinna náttúrulega eftir ákveðinni rannsóknaráætlun og erum núna bara að taka boltan frá stjórnstöðinni hvað þetta varðar og erum bara að keyra áfram það verkefni sem hafa verið þar. En þar var markvís og stefna að gera einmitt svona heildstæða áætlun og skoða hlutin í samhengi. Og með þessari þolmarka nálgun að þá eru þessi atriði alltaf skoðuð í samhengi. Það er efnahagurinn, það er umhverfið, þá bæði náttúrulega og innviðirnir og svo félagslegi þátturinn og þá tengist það bæði heimamönnum og ferðamönnum sjálfum. Þannig að þá svona reynum við að skoða mengið svona í heild. Og þetta kallar náttúrulega heilmikla greiningavinnu og þið verið svona bara bear with us ef ég fæ að sletta sko. Við erum í þróun að fasa en hugmyndin er að byggja þetta sterkt upp. Einhverja fleiri spurningar úr sal? Eða netinu? Halldór, er einhver búinn að skrifa okkur? Nei. Engin? Ég með eina spurningu til Eyrúnar.
ég hjó eftir að náttúrulega þessi könnu fer fram í rauninni í flestum landslutunum og síðasta könnu fór fram á landsvísu en þú greindir gögnin fyrir landslutuna. Ertu eitthvað farin að skoða hvernig könnunin í fyrra kemur út í samræmi við könnunum þar á undan? Ertu að sjá einhvern mismun? Mikið rosalega var þetta góð spurning. Já, ég hef aðeins skoðað það en ég valdi að taka það ekki með hérna í dag vegna þess að annars værum við bara hérna fram á þriðjudag. En svona heilt yfir að það eru náttúrulega undantekningar á þessu en heilt yfir að þá sjáum við svona landið, svona svæðin og svo sjáum við ennþá svona núansæri mynd á svæðunum heldur en á landshlutunum. Og í vissum tilfellum að þá svolítill munur, hann kannski ekkert mikill, en það klárlega munur. Eins og til dæmis Norðurland, þar sem að við sjáum mjög út úr landskönnun rosalega mikil jákvæðni. Það var einhvern veginn bara svona meginstefið í öllu, þú veist, bara eins og til dæmis opin svör, bara hvað jákvæðast í ferðarþjónustu í heimabyggðinni þinni. Og Norðurlandi komið langflest svör, sem bara svona dæmi það. En náttúrulega við sjáum á Húsavík að það klárlega líka óánægja og þessi pirringur sem að svona umhugsunarefni í raun og veru. Og við sjáum líka að það munur á eins og varðandi fjöldan. Það munur á klárlega. Þannig að þessar svæðiskannanir mjög mikilvægar líka til þess að svona fylla inn í þá mynd líka. Maður að sjá svipaða niðurstöðu frá Húsavík bara í gegnum árin. Já. Þannig að kannski lítið búið að gera það, kannski ekki búið að taka almennilega á þessu vandamáli með til dæmis þessa traffík. Já, og maður bara undrar sig svolítið á því og íbúarnir undruðu sig á því líka. Að það er vissulega búið að gera eitthvað, en það virðist ekki duga til. Já, þá ég hef svona grunum að Húsavík að spili svolítið inn í svona innbyrðis pirringur manna á milli. Annað mál sem við langar að koma að það eru flug- og ferjuhafnir. Það segja Reykjanesbær og Seyðisfjörður. Þetta raun og veru ekkert nýtt í markaðssvæðinni að þessi staðir eigi erfitt uppdráttar. Þetta svona svolítið eftir í hvernig menn nálgast markaðssettinguna. Það að segja, það markaðsetta staðinn sem nálaði við flugvöll, það sé styrkleiki, eitthvað annað sé veikleiki. Sama á Seyðisfirði. Það meira að fólk að stoppa daginn áður en það fer, en þegar kemur að þá brunar að beint upp á Egilsstaði fyrir bónus. Þá kannski spurningin að velta fyrir sér koma að minni spurningu kom eitthvað út úr þessu í könnunni við ferðamennina sjálfa, hvernig þeir voru upplifað þetta? Það þá góð spurning fyrir Lilju held ég að svara því. Við erum ekki með þær niðurstöður hér, ekki handrann en þær niðurstöður, könnunin Lilju núna í vinnslu, hún búin að kynna niðurstöður sínar í desember og ég man ekki til að segja það núna en ég skoða bara áður í kom að á öllum þessum 4 stöðum var ánægja ferðamanna mikill með svæðið og það var svona, ég held að mér minnir að Reykjanesbær hafi verið með 4,3 af 5 mögulegum á svona skalanum, ánægja skala. Það bara mjög gott. Það mjög gott. En nú er hérna fulltrúar frá Reykjanesbæ til dæmis, viljið þið eitthvað kommenta á þessi niðurstöður sem Eyrúnar sem hún búin að kynna? Nota tækifæri fyrst við hefum nokkra mínútur eftir. Ég get ekki kynnt mig sem fulltrúar Reykjanesbæjar en ég heiti Þuríður Ardóttir og kem frá Markaðsstofu Reykjanes og Reykjanesbær þá hluti af okkar svæði og það var eitt sem kannski við spyrjum okkur í rauninni að við erum mjög ánægð með að íbúar finni ekki fyrir þessu og eru ánægðir með þetta en við spyrjum okkur hvort það geti tengst í að við höfum verið með herinn þarna þannig að fólk vant í að séu útlendingar í bænum en síðan kemur hitt að þegar þeir fara upp á Reykjanesbrautina þá yfirleitt einhver pirringur hjá ökumönnum því þannig fólk í rauninni að læra að keyra það spurning hvort það mætti einhvern veginn koma því inn eða hafa það í huga og eins þannig verið að spyrja ferðamenn í Reykjanesbæ, kannski Reykjanesbæ en ekki í landshlutan sem slíkan. Það var kannski við líka í hinu landshlutunum og erum við þá að tala landshlutan eða
þéttbýlið. Þannig að það þurfa að koma því á framfæri líka, hvort það er eitthvað munur þar á. Ertu þá að meina að ferðamenn upplifi að hvort þeir eru í Reykjanesbæ eða hvort þeir eru í landshlutanum? Ertu að tala um ferðamennina? Já. Þú veist, er spurningin þannig að þetta sé verið að spyrja um bæinn eða landshlutan og hvort að við komum til að gera sér grein fyrir því? Í heimabyggðinni. Já. Það er heimabyggðin. Ég ætla aðeins að svara sér vegna þess að klárlega að þá var komið inn á áhrifin hvort að herinn og það að það er mikið af útlendingum í samfélaginu og það hefur alveg verið mjög lengi og við ræddum þetta mjög mikið, ég og viðmælendur mínir, þar sem að var komið inn á þetta og við vorum að svona velta því fyrir okkur svona saman, bara svona í svona hugarflugja því að þetta virtist einmitt ekki hafa þessi sömu áhrif og annars staðar. Hvort að það væri möguleiki af því að það er þessi langa hefð fyrir, það er kannski ekki rétt orðið, en fyrir því að samfélagið er mjög blandað og hvort að það væri þá bara meðtækilegra og það væri einhvern veginn meiri skilningur í gangi á svæðinu út af því að þetta er þessi langa hefð. Reykjanesbrautin kom klárlega upp líka í viðtölunum og það er einmitt eitt sem ég verð að skoða svolítið betur en þess að í landskönnun fyrir Reykjanesið að þá í hvað er neikvæðast við ferðaþjónustu í þinni heimabyggð að þá kom Reykjanesbrautin svolítið þar upp. Í viðtölunum þar var bara allt annað á seyði. Þar var Reykjanesbrautin ekki vandamálið, það eru komin hringtorg, umferðin gengur, fólk er rosa meðvitað það að fólk hefur kannski bara fengið bílinn fyrir 5 mínútum og passar sig í hringtorgunum af því að það eru öðruvísi reglur, skilst mér, á Íslandi heldur en annars staðar það hvernig maður keyrir inn út úr hringtorgum þannig að fólk er mjög meðvitað það. En samt sem áður að flöskuhálsin er ekki þar. Flöskuhálsin fyrir Reykjanesbrautina að mati viðmælenda minna er í Hafnarfirði. Já, og ég var búin að svara þessu þriðja. Ég held að við erum að hætta núna. Ég ætla aðeins að bara kommenta á Reykjanesbæ. Bara svo, ég er úr Keflavík fæddu uppalinn og þetta skjótaði inn að Amerikanar á vellinu sem bjuggu inn í bæ, það var engin samskipti þannig á milli. Okay. All þeirra verslun og allt það fór fram upp á velli. Okay. Þannig að þetta var svolítið mikið aðskilið, þannig að það er raunin ekki hægt að setja þetta sem samansemmerki á milli ferðamanna og svo þeirra sem voru að vinna á vellin. Okay. En hins vegar geti það verið alveg ákveðið þol fyrir því að hafa annan þjóðflokk, aðra og svo líka þá bæta það mikið af fólki í Reykjanesbæ sem vann upp á vexti. Já, alveg, já, akkurat, góða punktur. Það er raunverulega núna 12 ár síðan henni stóð, Já. Og þá er náttúrulega hluta því fólki, svona eldra fólk sem vann eftir þessu, yngra fólki, það er nýbúar. Það er svo mikið fólksfjölkun, fólki hefur ekki verið að náður mögulega. Nefnilega. Og mjög mikil menningarleg fjölbreytt. Já, það gæti. Þetta er bara suðupottur. Já, nákvæmlega. Heyrðu, við þökkum Eyrúnu kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Ef við ekki að klappa fyrir henni. Ég ætla að tilkynna henni í lokin að skýrslunar hennar verða tilbúnar í maí og það verður gefin út ein skýrsla fyrir hvert svæði. Þetta verður aðgengilegt á okkar vefsíðu og eflaust líka á RMF vefsíðunni. Upptaka frá þessu viðburði í dag verður aðgengilega á netinu hjá okkur seinni í dag og eins glærurnar hennar og svo ætlum ég bara að minna á næstu kynningu sem verður 8. mars og þá verðum við með sama þema. Þá bara tökum við Suðurlandi fyrir. Það er Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Höfn sem búið að vera að skoða það fyrir hönd Sambands sveitarfélaga á Suðurlandi og skoða öll þéttbýlissvæði á Suðurlandi. Þannig að við hlökkum til að taka það fyrir eftir hálfan mánuð. Takk fyrir kærlega fyrir komuna.